Hæ og velkomin aftur í þáttinn minn. Ef þið eru ekki ný þá heiti ég Magnea og þetta er hlaðvarpsþátturinn minn þar sem ég er að tala um nýja kvikmyndir sem ég er nýbúin að horfa á og þætti. Og svo ætla ég líka að sýna ykkur kvöldrútínuna mína sem ég sýna ykkur eftir smá. Og ég ætla bara að segja fyrst, myndin sem ég er að fara að tala um heitir Coach Carter, Carter, ef þið skiljið það betur, sem er einnig hægt að sjá inn á Netflix eða það einnig bara á netinu. Og það sem ég ætla einmitt að segja að ég mæli mjög mikið með henni áður en við byrjum. Ég er nýbúin að vera að læra og ég er ennþá í sömu fötunum og ég var í skólanum, þannig að ég ætla að sýna ykkur kvöldrútínuna mína. Út af það fer alveg að styttast í að maður fer að sofa eða slaka á. Þannig að ég ætla að sýna ykkur mína rútínu hvernig ég byrja á því að gera það. Fyrst og fremst ætla ég að byrja að nota augnhreinsir þegar ég er með smá maskara á augunum mínum. Og svo þarf ég að nota bómull til að taka hana. Og ég þarf að taka gleraugun mína. Hvað myndin fjallar og meðan ég tek á mér augnmálninguna af mér. Fyrst í raun er myndin þannig að maður sem er beðinn að vera þjálfari í skólanum sem heitir einnig Richmond High, þegar það fyrrverandi þjálfarinn er að hætta og þau vildu fá eitthvað góðan í staðinn sem er hann Carter, Coach Carter. Og hann í raun er beðinn að þjálfa þessa ungu menn sem eru svartir og það er einnig eitt sem stóð mjög mikið út hjá mér sem mér fannst mjög skemmtilegt var að út af sumir myndi segja að það væri smá svona ghetto í raun út af þetta var bara svartir en þetta var ekki þannig þegar þá vorum við með hann Jason Lyle sem var einnig ekki svartur sem mjög mikið svona gerði umhverfið öðruvísi sem var mjög skemmtilegt þegar það er ekki og það er svo mikið sem ég hef allavega séð í svona körfuboltamyndum mikið veit í raun eiginlega ekki af hverju en það er rosalega mikið af svörtu fólki í kvikmyndum sem mér finnst í raun svolítið skrítið en núna er ég að byrja að hita heitt vatn sem á að vera fyrir andlitið mitt. Persónurnar í myndinni finnst mér persónulega mjög áhugaverðir og bara persónuleikinn þeirra. Til dæmis Cruz sem hættir fyrst í leiðinu út af einhverjum reglum sem hann var ekki að fíla. Og söguþráðurinn einnig á baku þessa mynd að mínu mati finnst mér mjög skemmtilegur þegar í raun byrjaði myndin þannig að það var, hvernig á ég að segja þetta? Ekki margir mjög ánægðir með Coach Carter út af hann var með einhverja strengri reglur og ég er að setja fróði í andlitið mitt sem á að hjálpa að taka hyljarann og auka efni sem þú hefur sett á þig og það að bíða einnig með hann í smá stund ekki of lengi samt út að þá verður þú of rauð í andlitinu og bara fer að stinga. Það eru flestir sem eru heldur ekki hrifnir af þessum reglum en þeir halda samt áfram í körfubolta út af það er eina sem þeir vita af. Besti parturinn við þessa mynd er einnig þegar Coach Carter segir frá
þegar hann var í körfubolta og hvernig samfélagið í þessari borg var sérstaklega fyrir unga svarta menn. Þegar það voru mjög margir svartir sem hann þekkti sem enduðu dánir eða í fangelsi sem hann vildi ekki að myndi gerast við sína leikmenn þegar þeir ættu of mikið til að, þú veist, út að þeir voru nú þegar með gott tækifæri til að lifa góðu lífi og en svo komu inn náttúrulega vandamál. Kenjor sem einnig á kærustu og hún verður ólétt og þá fer alltaf verður svolítið erfitt fyrir hann og auðvitað hana og þetta einnig svona krem sem á að hjálpa til með dautt skinn. Ég setti aðeins svo mikið og já, hún verður ólétt og hann fer þá að pæla í, þú veist, skólanum og hvernig hann á að komast í háskóla. Frendi hans Cruz sem í raun sá eini sem búinn að vera að hugsa hann. Hann verður því miður skotinn sem fer mjög illa með Cruz og hann, já. Og það er það sem ég var að segja áðan, að mér fannst svo áhugavert að heyra þegar Coach Carter var að tala þegar hann var ungur. Hann verður því miður skotinn sem fer mjög illa með Cruz og hann, já. Og það er það sem ég var að segja áðan, að mér fannst svo áhugavert að heyra þegar Coach Carter var að tala þegar hann var ungur. Já, og allt sem ég er búin að vera að nota er Clarence. Þetta á að taka allt aukadraslið af. Mér fannst rangt af stjórninni og öllum í samfélaginu að vilja láta Coach Carter hætta sem þjálfari þótt að hann var búinn að reyna að láta strákana mennta sig, orðnir góðir í körfubolta og bara í félagslegum aðstæðum og það í byrjun myndarinnar þá á körfuboltaleiknum þá voru þeir að rífast við hitt liðið og hann í raun fannst mér hann á að geta aðeins hjálpa þeim að þroskast betur. Einnig er það svona dagnáttukrem. Þegar kærasta Kenjor held ég, mér fannst hann ekki vera góð við hana. Já. Og mér fannst það vera ósanngjarnt fyrir hana að hann þurfa út að hún var mjög hrifin af honum en hún vildi samt vera, þú veist, eiga barnið. En þetta voru bara einhverjar erfiðar aðstæður og ég skil í raun báðar ástæður af hverju hún vildi eiga það og af hverju hann vildi ekki eiga það. Mér fannst hún eiga í réttinn og ekki hann. Nú skulum við koma okkur aðeins betur fyrir. Miklu betra. Það var ég með frá Florence by Mills og mæli svo mikið með þessu. Það sem ég fannst einmitt merkilega sem ég pottþétt búin að segja frá en mér finnst það bara greina svona þá, já, þetta fyrir kinnar og varir. Hann vildi að þeir myndu mennta sig og gera lífið sitt að ykkur út eins og áður að hversu margir sem hann þekkti í körfuboltanum dóu eða fóru í fangelsi.
út af andlitslitnum. Mjög mikilvægt að vita bara að allir eiga skilið að fá að mennta sig alveg sama hvernig þú ert á litin og mér finnst bara að Coach Carter hafi bara gert miklu betur, gert mjög vel og mér finnst eins og hann hefði átt að vera aðeins strangari að mínu mati þegar hann var mjög strangur en það var líka svo leiðilegt út að það vildu flestu foreldrar að hann myndi hætta sem þjálfari sem hann var ekki sanngjarnt því að hann var örugglega besti þjálfari sem að þessi strákar höfðu örugglega fengið eða myndi einhvern tímann fá aftur og mér fannst bara hann hafa mjög jákvæð áhrif á þessa stráka sem að í byrjun voru ekki ánægðir með hann. Þeir fannst hann bara vera að stjórna þeim og vera mjög strangir við þá. Ekki það, hann Samuel L. Jackson, minnir mig að leikarinn heitir, æði. Þú veist, hann er ógeðslega góður leikari og hann var geggjaður í þessari mynd. Og bara allir og Channing Tatum, hann var líka ekki svo sem verstur. Og til dæmis með það, hans persóna í þessari mynd var svona klæddur og lét smá eins og sem myndi segja svartur maður því að hann var klæddur svolítið svoleiðis og hann talaði svolítið svoleiðis sem að sumir myndi segja að væri smá eins og svartir menn sem er ömurlegt út að maður þarf ekki að gera rasisma sem stereótypu en já og mér fannst þessi mynd mjög skemmtileg og ég held að ég myndi vilja horfa á hana aftur og ég ætla að mæla með henni. Enn og aftur þið öll sem voru að horfa, takk fyrir að koma aftur í hlaðvarpsþáttinn og við bara sjáumst aftur næst. Bye!